Leikritið Skuggasveinn eftir Matthías Jochumsson verður frumsýnt hjá Leikfélagi Akureyrar laugardaginn 12. febrúar. Leikstjórinn Marta Nordal lofar tímamóta sýningu. Skuggasveinn, hvað er enda á Skuggasveinn í nútíman í dag? Já, það er bara mjög góð spurning. Þetta var vinsælasta verk hérna áratugaskeið og hvaða erindi eiga útlagar eða menn sem hafa verið gerðir útlagar ástasæmeinum, þú veist, þetta er bara klassísk þemu sem er í þessu verki. En Skuggasveinn er náttúrulega komið til ára sinna, þar að segja verk Matthíasar, þannig að við höfum svona að mæta honum á svolítið kannski nýjan hátt. Það er ný leikgerð. Það er líka ný tónlist sumstaðar. Við erum með ungt tónskáld sem er að endur útsetja tónlistina og semja nýja. Við erum með svona kúrekaþema. Við erum að taka svona Skuggasveinn okkar tökum og með tilliti til breytts samfélags og breytts leikhús. Leikhús hans tíma er svolítið annað leikhús heldur en leikhús í dag. Þannig að við erum líka að nota nýstárlegar aðferðir til að segja þessa sögu. En við erum samt að við notum textan hans, alveg, hans texti notum við bara, við erum ekki breyta honum neitt. Og við erum líka með hluta af leikmyndinni, leiktjöld Sigurðar Málara sem gerði fyrstu leiktjöldin í Útilegumönnunum 1861 og fyrsti leiktjaldamálari Íslands. Þannig að við erum líka með svona óð til leikhússins, óð til Matthíasar, til Sigurðar, en erum að taka þetta nýjum og ferskum tökum og okkar hátt. Já. Kúreka þema, kemur þú þá sterkur inn, Jón? Já, auðvitað. Ég er náttúrulega þekktur kúreki, en ég hef farið alveg 3 ára á hestbak og kalli ekki allt ömmu mína í þeim málum, sko. Nei. Hvernig þekktur Skuggasveinn eitthvað áður? Já, ég hef aldrei séð uppsetningu en ég hefði lesið verkið og lesið það og lesið það sem að Matthías sagði sjálfur verkið og svona einhverjar meiningar hans verkið og en ég hef aldrei séð það uppsett og ég ruglaði til dæmis mjög gjarnan saman Skuggasveini og Fjalla-Eyvindi. Já, eðlilega, kannski ekki skrítið. En þú veist, þetta er náttúrulega í grunninn er þetta mjög létt og skemmtilegt verk frá hendi höfundar. Þú veist, þannig að þetta er ekki, þú veist, þó fólk stundum hugsa Skuggasvein og segir bara, þetta er eitthvað rosalega þungt, en það er það ekki. Og þú veist, þetta er leikrit með söngvum og það eru rosalega þekktar persónur sem hafa lifað með þjóðinni mjög lengi, þú veist, Grasagudda, Skuggasveinn, Ketilskrækur, og þetta er allt saman fyndnir karakter. Og við erum alveg að halda í það, við erum ekki að fara í eitthvað svona, þú veist, það er ekki eðli verksins. Menn hann samdi verkið þegar hann var í lærðaskólanum og hann samdi það hratt og hann reyndar samdi fyrst Útilegumennina, svo endurskrifaði hann og gerði Skuggasveinn. En þetta er létt og skemmtilegt verk og það er það sem þessi sýning er. Já, og svo er líka bara Matthías var ekki leikskáld og verkið líður ákveðin hátt fyrir það. Það er oft í verkinu til dæmis verið að segja eitthvað sem er óþarf að segja vegna þess að fólk er að gera það og þetta er bara sem að margir höfundar kannski flaska á sem ekki eru vanir að skrifa fyrir leikhús og en ég held líka að og það er oft þannig með verk sem að fólk býr til að það öðlast meiri dýpt og gildi heldur en kannski höfundurinn hafi séð fyrir og Matthíasi ratast oft satt orð á munn kannski án þess að ætla það og þess vegna finnst mér verkið tala alveg sérstaklega sterkt inn í nútímann þegar í einhverjum svona endurunnum skilningi. Já. Þannig að þú varst ekki í vafa að þiggja hlutverkið þegar þeir var boðið það? Nei, ég var bara 1, 2, 3 og einmitt ég gerði þau fljótfærnismistök. Líf mitt hefur litast mikið af hugsunarleysu fljótfærni. Ég gerði þau fljótfærnislegu mistök að senda Mörtu mynd af mér að ég væri byrjað að safna skeggi og eftir það var ekki aftur snúið með það. Erum við það að tala tímamótasýningu?
Já, ég meina, Skuggasteinn hefur ekki verið settur upp í atvinnuleikhúsi síðan kringum 80 held ég í Þjóðleikhúsinu sem var svona kannski svolítið þungsýning að mér skilst. Það hefur ekki, hefur ekki þótt ástæð til að setja hann upp og ég held að það sé út af þessum við erum að tala að hann kannski svolítið gamaldags og líka húmórinn að vissuleiti. Þess vegna kannski kúreka þema sem við erum að setja hann í, það svolítið svona aftengjan við þessa, baðstofuna og þetta sem fylgir honum svolítið svona þungt element og líka húmór sem fylgir sko kúreka heiminum. Það svona ákveðin svona kímni sem að hjálpar og bara bætist við. Og já, ég held að Æfingatímabilið lítur að vera skemmtilegt. Rosalega, það var rosalega skemmtilegt og búið að vera, við erum ekki búin. Við erum ennþá sko að bæta við. Og og þetta búið að vera mjög skapandi og bara sprúðlandi skemmtilegt æfingaferli. Þetta búið að vera alveg svakalega skemmtilegt sko. Og það svo gaman líka bara að taka svona gömulverk og svona aðeins að endur, bara koma að því á nýjan hátt og svona finna lífið í því. Og við höfum tekið okkur svona mikið ekki skáldarleyfi þar að við höfum ekki breytt textunum hans en við höfum búin að stytta mikið og svona endurða senum, tökum okkur mikið leyfi í framsetningu. Og höfum bara, við höfum bara, þetta bara stuð og skemmtilegt. Það búið að vera alveg svakalega skemmtilegt hjá okkur og verkið inspirerandi og skemmtilegt og eins og Marta var að segja, svona karakterar eins og Ketill Skrækur sko, þetta náttúrulega alveg frábær karakter sko og rosalega íslenskur og Gudda líka, þetta svona alveg erki íslenskar týpur sko já. Svo líka rosa gaman sko fyrir ekki að setja þetta upp hér á Akureyri þar sem við erum náttúrulega bara með sigurhæðir í næsta húsi og þetta svona skáld Akureyrar þannig að það rosalega líka mann ekki væntu það ef einhver tímann þá það núna. Stuttu frumsýningu, eru taugarnar þandar? Já, ég bara geti sagt þér það, þær eru þandar, það er alltaf mikið spenna sem fylgir því að frumsýningavikan, það er þannig í leikhúsi. Og kúrekana líka? Já, ég komin í sem sagt andvökurnar núna. Já. Og svo fara martraðirnar að byrja. Já, það er svolítið þannig. Það er bara þannig, maður fer svolítið svona, þetta svo skrítið. Í leikhúsi verður hlutina svona sérstaklega undir að síðast upp á líf og dauða. Það fattar það engin annan en við að þetta bara upp á líf og dauða. Þannig að maður fer að svitna og titrar og skelfur allan daginn og sefur ekki og borðar ekki. Nei, og svo fara leikar að fá svona martraðir að þeir eiga að vera á sviðinu og í senu sem þeir kannast ekkert við að hafa nokkuð tímann æft. Það er bara nákvæmlega svona.